Góðan dag og verið velkomin á ferðaþjónusturáðstefnu Landsbankans og afsakið biðina. Það var greinilega traffík í morgun og fólk að leggja. En það eru 2 ár liðin frá því að við héldum síðustu ferðaþjónusturáðstefnu og það er óhætt að segja það að staðan þá hafi verið töluvert ólík því sem hún er í dag. Árið 2017 og á árunum þar á undan þá var gjarnan talað um að það væri að hægja á í ferðaþjónustu ef að aukningin á ferðamönnum væri minni en spáð var. Og nú hefur hins vegar staðan aðeins breyst og ferðamönnum aðeins fækkað og í svona ungri atvinnugrein snýst óvissan meðal annars það hvar jafnvægið sé að finna. Á síðustu árum, og þá er ég að tala árin svona 2009 til 2017, óx ferðaþjónusta ef að mælt í útflutningstekjum úr 20% af heildarútflutningstekjum þjóðarinnar í 40%, en hefur lækkað lítillega núna, en samt sem áður er ferðaþjónusta langstærsta útflutningsgrein þjóðarinnar. Og hún er orðin það stór að sem atvinnugrein keppir hún af miklu meiri krafti við aðrar atvinnugreinar auðlindir landsins. Á nýliðinni ráðstefnu Sameinuðu þjóðanna, þar sem Landsbankinn skrifaði undir viðmið ábyrgan bankarekstur, dró ég upp þá mynd þar sem ég sat í svona panel að á Íslandi stæðum við í rauninni frammi fyrir 2 kostum, það er að segja að virkja foss, svona innan gæsaleppa, til þess að annars vegar horfa á og bjóða gestum að njóta með okkur í formi ferðaþjónustu og hins vegar að virkja hann til að mæta aukinni þörf þar sem meðal annars er knúin af aukinni stóriðju og sú stóriðja er meðal annars knúin af 4. iðnbyltingunni, það er að segja aukinni þörf fyrir gagnahraða og vinnsluhraða. Og það er akkúrat þau gæði sem færa okkur mikil þægindi í daglegu lífi, þannig að það er alveg ljóst að þetta sýnidæmi dregur upp þær áskoranir sem við stöndum frammi fyrir og það er nauðsynlegt að vera meðvituð það að við erum öll að keppa sömu auðlindirnar, hvort sem það er í ferðaþjónustu eða til dæmis bankarekstri. En vöxturinn í ferðaþjónustu hefur verið ævintýralegur og verðskuldaður sannarlega því okkar fallega land er gríðarlega skemmtilegt heim að sækja og býður upp á mjög fjölbreytta afþreyingu. Og í Landsbankanum höfum við stutt vel við ferðaþjónustuna og trúum sannarlega á framtíðina í þessari grein. Ein áskorun sem við stöndum frammi fyrir í bankanum ásamt öðrum sem að fjárfesta í vexti í ferðaþjónustu er að gögn og áreiðanlegar upplýsingar eru af skornum skammti. Og með því að halda ráðstefnu sem þessa viljum við leggja okkar á vogarskálarnar að bæta og þroska upplýsingagjöf og hlúa þannig að framtíðinni. En dagskráin er spennandi í dag, það eru flottir fyrirlesarar. Ég vil þakka kærlega þeim Kristján og Pétri fyrir að koma hérna og deila með okkur sinni sýn. Og einnig vil ég þakka Bjarnheiði Boga og Sveinbirni fyrir að taka þátt í pallborði hér á eftir og deila með okkur leyndamálum ferðaþjónustunnar. En ég ætla ekki að hafa þetta lengra og gef samstarfskonu minni Guðmundu Ósk Kristjánsdóttur orðið. Hún ætlar að vera fundarstjóri í dag. Njótið fundarins.